Velkomin aftur. Eitt af því sem margir tengja við páskana og kannski sérstaklega hér á Akureyri, það eru Andrésar Andaleikarnir sem eru haldnir í apríl ár hvert. Og til mín er kominn maður sem veit heilmikið þetta mót. Það er Ingólfur Gíslason, formaður Andrésar nefndarinnar. Jep. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Já, hvað hafa Andrésarleikarnir verið haldnir ofta eiginlega? Þetta í 42. skipti núna sem að við höldum Andrésar Andaleikana. Já. Þannig að þetta búið að rúla í 42 ár og hefur alltaf gengið mjög vel. Þeim hefur aðeins einu sinni verið frestað út af snjóleysi. Já. En náttúrulega eftir við fengum snjóframleiðslukerfið þá er það úr sögunni og Það hefur breytt miklu. það breytti gríðarlega miklu af því að Andrésar Andaleikarnir eru svona slúttið á vetrinum. Þetta síðasta mótið og svona síðasti viðburðurinn í fjallinu. Þannig að við endum alltaf á Andrésar Andaleikunum. Hefur aldrei komið til tals að færa þetta aðeins framar, það sé ekki meiri líkur til þess að ná? Jú, það hefur oft komið til tals en hérna núna seinna ára eins og ég segi, eftir að snjóframleiðslan var hófst í Hlíðarfjalli þá sjáum við enga ástæðu til þess og þetta er bara mjög, held ég, flott að enda veturinn á stóru og glæsilegu viðburði og enda náttúrulega bara mjög gott fyrir okkur Akureyringa að fá svona smá krydd eftir páskana. Algjörlega. 42 ár, það hlýtur nú eitthvað að hafa breyst á þessum tíma eða eitthvað? Já, það hefur náttúrulega mjög mikið breyst. Í ár eru skráðir 770 keppendur til leiks, en ég held á fyrstu leikunum hafi verið skráðir 63 keppendur. Já. Þannig að það er mjög mikið breyst. Það er orðin fjölgun í því eins og fyrstu ári var ekki keppt í skíðagöngu, nú er komið keppt í skíðagöngu, búið að gera það í mörg ár. Snjóbretti kom inn fyrir 3 árum, þannig að þetta er svona þróast með bara því sem er að gerast almennt í snjósporti. Já, þannig hvað er þetta marga greinar sem er keppt í? Sko við keppum erum að keppa semst í Svíþjóð og Stórsíi og svo er keppt í hefðbundni göngu og skautagöngu og svo er keppt á brettum í brettastíl og snjókrossi eða snjóati. Þannig að það eru svona flesti keppnendur að keppa í 2 greinum. Já. Og aldurinn, þetta er eitthvað 6 til 15 ára? Já, sko 5 til 15 ára er það núna. Við tókum inn 5 ára aldurinn í fyrra og þau eru sem sagt tekin inn á þeim forsendum og þau fara bara í leikjabraut og fá bara sinn Andrésarpoka með gjöfum og síðan er allir keppendur í þeim flokki teknir upp á svið í höllinni og það sem velunafningin er og fá allir viðurkenningu. Já. Og það er ansi margt annað samt einmitt líka í viðbót við skíðin, þessir félagslegu viðburðir í kringum þetta. Já, og það er náttúrulega gríðarlega mikið í kringum þetta. Leikarnir eru settir sem sagt á miðvikudeginum núna eftir páska og þá er farið í skrúðgöngu frá Káaheimilinu og niður að Íþróttaöll. Það sem öll liðin eru kynnt þar inn, fá allir sitt moment með slökkt öll ljósin í höllinni og eldir inn, þannig að þetta eru bara svona eins og litlum ólympíuleikum. Andrésar eldurinn kveiktur og þar eru við með skemmtiatriði. Við erum líka með skíðamarkað í höllinni sem ég hvet alla bæjarbúa að koma. Það er hægt að gera góð kaup að bæða gönguskíðum, svifskíðum, fjallaskíðum og öllu. Þessi markaður kemur auglýsing með hann í dagskráni hvenær hann er opinn. Andrésar Andaleikarnir og þetta svona, ég veit ekki hvað því að nota orðið vörumerki, en þetta svona, já, þetta vörumerki, sko, þetta hefur haldist ótrúlega vel. Við sjáum mörg önnur mót og viðburðir sem hafa svona breyst í tímans rás, komnir kannski einhverjir styrktaraðilar sem að tekið þetta svolítið yfir. Andrésar Andaleikarnir, þeir eru bara Andrésar Andaleikarnir punktur. Já, það hefur alltaf verið þannig og frá upphafi þá náttúrulega kemur maður að þessu nafni Leifur Tómasson sem kemur með þessa hugmynd að skýra þetta Andrésar Andaleikana. Og það fengið leyfi frá Disney í Danmörku fyrir því að þetta mætti heita Andrésar Andaleikarnir og síðan hefur það bara haldið og hefur aldrei komið til tals að breyta því neitt. Hefur aldrei verið pressað á ykkur, kannski frá fyrirtækjum, að breyta þess eitthvað? Jú, það hefur oft komið upp hjá fyrirtækjum að þeir hafa viljað, eins og maður segir, kaupa leikana og breyta þá nafninu í eitthvað annað, nota fyrirtækisnafnið og hengja Andrésar Andaleikana við vegna þess að Andrésar Andaleikarnir eru greinilega gott vörumerki, eins og þú sagðir. En það er einmitt kannski eitthvað sem gerir þetta svona alveg sérstakt, að þetta er bara Andrésar Andaleikarnir og það þekkja þetta allir eiginlega. Ég held það sé einmitt það og á þessum 40 árum eru náttúrulega ekkert smá margir sem hafa keppt á Andrésar Andaleikunum. Þú veist, allstaðar í þjóðfélaginu eru einhverjir sem eiga tengingu við þetta. Þannig að
ég held að þetta bara komið til með að vera að heita alltaf Andrés Andar-leikandi. Hefur þú keppt sjálfur? Ég hef keppt sjálfur, keppt 3 sinnum. Ég keppti mitt fyrsta árið sem að Andrés Andar-leikandi voru. Já. Og mikil upplifun? Mjög mikil upplifun og það kemur náttúrulega inn á það að aðal upplifunin í minningunni það að hitta alla krakkana sem voru að koma, sem voru nú ekki náttúrulega svona margir eins og í dag, en frá hinum stöðunum að hitta þá og fá að skíða aðeins með þeim og svona. Einmitt. Og þetta eftir páska, hvenær hefst mótið og hvernig svona, skipulagið í kringum þetta? Já, sko, við setjum mótið miðvikudaginn 19. apríl. Keppni hefst á sumardaginn 1. 20. Og það keppt sem sagt 5., 1. og laugardag. Og við erum að keppa í fjallinu á 5 stöðum í einu. Þannig að þetta náttúrulega bara ótrúlegt að þetta skuli vera hægt að rúlla þessu gegn og þetta náttúrulega ekki hægt öðruvísin að það að foreldrar og aðstandendur eru að koma og hjálpa okkur við að gera þetta sem glæsilegast. Já. Og þetta verður alltaf tekist mjög vel þannig að og allir fara brosandi heim þannig að. Þú ert náttúrulega búin að vera í nefndinni nokkrum sinnum áður. Undirbúningur alltaf með svona svipuðu sniði fyrir þetta? Já, hann með mjög svipuðu sniði. Þetta eru menn alltaf að hugsa eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt, svipt text, annað text ekki, þannig að en svona í kjarnan þetta alltaf að sama. Já, einmitt. Og fólk getur væntanlega komið upp í fjall og fylgst með þessu, eða ekki? Jú, endilega. Ég hvet fólk til að mæta að fylgjast með þessu því að þetta mikil viðburður og þetta náttúrulega fullt af fólki og foreldurum sem að fylgja öllum þessum börnum. Við erum það verða sjálfsagt einhver 2.000–2.500 mann sem að koma hérna í bæinn kringum leikana. Já, einmitt. Hvetjum allir að kíkja á þetta. Ingólfur Gíslason, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og við höldum áfram hérna eftir skammastund þá ætlum við að tala við formann Siðmenntar.